Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að fara í fiskinn. Það komin til mín Ragnar Hauksson, eigandi fiskkompanísins hérna á Akureyri. Velkomin. Takk fyrir. Þú varst síðast hjá mér í fiskbúar. Já. Og ég er aðeins forvitin. Hvernig gekk? Það gekk bara mjög vel. Já. Já. Þið funduð einhverja aukningu? Já, við fundum alveg fyrir því og sem bara frábært og meira umtal og alltaf gott að fá aukið umtal um fiskinn. Alltaf gott að borða holt og svona. Það er bara og svo voruð þið að opna bara núna fyrir tæpum 2 vikum netverslun. Já. Þetta bara fiskkompaní.is? Já, fiskkompaní.is. Það ákveðum að þetta var þetta er búið að vera svona í farvatninu ansi lengi. Já. Það sem við vorum að hugsa vefverslun og langaði að prófa þetta. En við viljum meina það að við sem að gera þetta svolítið svona öðruvísi heldur en, eða bara öðruvísi, að þetta sé ekki í boði á Íslandi í dag. Nei, okay. Það er að segja að við viljum reyna að bjóða kunnanum upp á, þó hann sé heima í stofu eða í vinnunni eða hvað, að liggum við að færa búðina til hans. Og það sem er í boði núna er að þú þarft að kaupa þetta í ákveðnum pakningum. En hjá okkur á síðunni getur þú keypt 300 grömm, 400 grömm, 500 grömm. Þannig að þetta er svona, við erum svona aðeins að... Persónuleg þjónusta. Já, og ég meina við viljum reyna að gera vel við alla og ákveðum að láta að reyna á þetta og fórum sem sagt til Mattæ og stefnu í september, október ef ég mann rétt og þá byrjuðum við viðra svo hugmynd og fórum svo bara fullt í desember. Já. Og svo vorum við bara opnað núna í síðustu viku. Hittist bara þannig að þið opnaði svona góðum tíma. Já, ég meina þetta var ekkit út af þessu ástandi eða neitt svoleiðis og þannig að það hitti svo sem bara beint í mars sko. Og þá fer maður bara síðuna og sér myndir kannski af réttunum og getur bara valið, ég ætla að fá ís í raspi fyrir 5, ég ætla að fá svona 1,5 kíló ís í raspi og þið pakkið þessu og safnið saman pöntununum. Já, við erum að sko, sem sagt, þetta fyrirkomulag þannig hérna á Akureyrarsvæðinu að þegar hún nær 2000 krónur upp að henni, þá sendum við frítt heim og það svo sem er ekki flókið að ná þeirri tölu sko. Þannig að og eftir 4 keyri öll út eða við. Það er skynsemin í þessu, að vera ekki að keyra hverja sendingu. Já, nákvæmlega, og líka bara til þess að halda kostnaðinn niður, ég meina, þannig að ef þú ert undir 2000 skallinn, þá bætist við 800 krónur sem er í raun og veru, þannig að En hver er radísinn? Hvað keyrið þið langt? Er þetta Akureyri eða er þetta nærsveitirnar? Já, þetta er svo sem, ég meina, við fórum til dæmis, það er svo sem ekki langt frá, Gata Sólarinnar í gær í Kjarnaskógi og við erum til dæmis ekki að fara yfir eða út á Hjalteyri eða því miður, þá bara það er allt á langur spotti sko. En þetta er spennandi, þetta er bara rétt byrja og þið finnum bara stigvaxandi aukningu eða hvað? Já, það er bara... Það heldur að varum að vaksa, þannig að við erum svo sem, við auðlýsum aðeins í síðustu viku og við erum svona bara að þróa okkur og fólk náttúrulega getur panta fiskinn og kjötið, það er ekki bara fiskurinn. Þannig að meðlætið og svo erum við með sælkeravörur, við erum með þetta þar allt inni, oljur, pasta, bara nefndu það sem er í búðinni og við erum... Þú getur bara fengið föstudagsveisluna heimtinn. Já, klárlega. Þannig að og við erum alltaf að bæta við og við erum að þróa okkur líka í þessu og vinnuferðlið og svo er líka gaman að segja frá því að við svona vonandi við erum að þróa það núna að þá erum við að búa til svona pakka. Það sem við erum búin að setja saman 3 máltíðir og þú velur bara fyrir 1 eða 2, 3, 4 eða 5 manneskjur skilur þannig að þá færðu 3 daga máltíð og geymir hana bara í skapinu hjá þér, færðu hana svona, komplett og er þetta þá svolítið eins og eldum rétt? Já, ég meina það er náttúrulega ekkert búið að elda neitt, þetta er bara fersk skilur en okkar hugmyndir og þú getur valið okkar meðlæti og hvort sem það ef þú vilt fara í þennan pakka og þú getur valið eitthvað meira úr búðinni eða þú vilt meira eða... En þá er þetta réttirnir sem að þið hafi verið með svona? Í raun og veru þetta er bara allt sem er í boði hjá okkur nema við sitjum saman í pakka og þá erum náttúrulega líka að hugsa að það er byrjað að hringja frá Siglufirði, Sauðárkrók, Húsavík og þá erum við að koma til móts við þá? Já, til þess að koma við bjóðum upp á, það kostar bara 1500 krónur heimsendingarnar sem sagt á Sauðárkrók, Siglufjörð, Dalvík, Ólafsfjörð
Húsavík, Egilsstaðir. Þessar 3 daga pakningar. Já, og þessar pakningar, það kostar 1.500 krónur, sendingin, og þú getur valið það sem þú vilt í pakkan. Við ætlum að vera með svona vikuseðil og svo ætlum við að vera með helgapakka. Já. Þannig að þá er kannski svona meira, eins og í sumar kannski tengt grillinu og eitthvað svolítið sem að Ólöf gera á sinni einstöku list. Þannig að en svo náttúrulega þarf fólk ekki endilega að velja þennan pakka. Það getur bara valið sitt sjálft, 3 daga máltíð eða 4 eða skilurðu, það er ekkert á því. Þegar við byrjum með þessa þjónustu, er hún að fara í gang eða hvernig er það? Já, við erum að þróa þetta og við erum að umbúðir og allt annað og vonandi getum við byrjað í næstu viku. Þannig að það er svona, þannig að við viljum gera þetta vel. Þannig að við viljum ekki byrja fyrir en allt er klappa og klóst hjá okkur. Og þér sýnist fólk vera helst að borða fisk á mánudögum, eða hvað? Miðað þessar 2 vikur. Já, ég meina, það er bara sígilt. Mánudagarnir eru alltaf, stærstir hjá okkur en þar með satt eins og við erum að fá kuna, eins og ég er að senda þetta hérna út og ég meina, ég er að fara 3 til sama kunnan skiluru í viku og þannig að, og það er náttúrulega, við sjáum þá upp í búð líka 3-4 sinnum í viku, þannig að þetta er bara, mánudagarnir, þeir eru alltaf öflugur, en heilt yfir, þá eru ansi margir sem eru með fleiri. Og þú átt sæmilega stóran bíl, þú kemur þessum sendingum en þá í bílinn? Já, það er ekki vandamáli, sko. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn, Raggi, og gangi ykkur vel. Takk kærlega.